daginn, kæru vinir. Í dag er 19. desember og jólin við að bresta á. Í eina tíð í Hafnarfirði þá voru gerðir út togarar og fiskibátar og þeir svona sennilega komnir í höfn þetta leitið. Og togararnir sem áttu að veiða jólin, líklega eða margir hafnir byrjaðir sinn jólatúr og oft var nú fiskað í siglingu þetta leitið og hið besta mál og ef maður saknar einhvers þá saknar maður kannski siglingana en þær eru ekki lengur heimilar og ekki óþekkt orðið að togari sé að sigla með afla en fiskur auðvitað seldur ennþá til erlendar hafna og það fer þangað eftir öðrum leiðum en var. En í höfninni í Hafnarfirði segjum bara 73-75 eitthvað svoleiðis. Þá var nú svolítið öðruvísi umhorfs þar en núna. Þá var ennþá Hafnarkaffi, þá var ennþá nýja bílastöðin, þá var ennþá verkamannaskýlið og svo auðvitað mikil bygging bæjarútgerðar Hafnarfjarðar sem var veglegt hús sem margir muna eftir, þetta orðið svolítið síðan að hún hvarf af vellinum, en margir, allir svona eldri hafnfirðingar muna vel þessa tíma. 73-45 þá sem sagt stálþilið og bryggjusvæðið, gamla bryggja líklega horfin og búið að lengja stálþilið einhverja 200 metra þar sem að gamla bryggja áður var og fylla það allt upp jarðefnum sem að gerði ný viðbótina alveg eins og fyrri hlutin var þegar þetta var allt saman gert á sínum tíma. Gamla bryggja líklega stendur nú enn á þessum tíma og bátar við hana eins og alltaf áður. En líf nokkurt við höfnina til að mynda við að útbúa togara til veiða til að öruggt sé nú að hann sé ekki í höfn jól. Það var bannvara. Og þetta vissu þetta allir sjómenn og það var ekkert alvont. Við munum eftir því sem að vorum á togarunum á þessum tíma í jólatúrnum. Það hét nú bara jólatúrin. Komu oft stýrimannaskóla strákar bara til að ná sér í smávegis af örum fyrir sinn skóla sem segir okkur það að menn hafa nú kannski ekki endilega gengið að vísum einhverjum námslánum og ég held að menn hafa nú bara safnað í púkkið til að fara í skólan og lagt að hýru til að mynda hvort sem var úr síldu eða hvað sem þetta var sem menn voru stunda til þess að eiga fyrir og svo kom á jólum og þá fengu þeir jólafrí eins og aðrir skólamenn og sumir af þeim og allmargir kannski gerða vana sínum að ráða þessu borð í toga. Já, eins og ég var að segja á þann og þá man maður eftir nokkrum slíkum mönnum og sumir sem þá voru í skóla urðu skipstjórar og sumir aflaskipstjórar á nótabátum en eru nú sennilega komnir í landi í dag vegna þess að aldurinn færist yfir þá eins og bæði mig og þig
Þannig að það allt breytt. En hafnarsvæðið var með þessum húsum á þeim tíma. Við vorum að nefna áðan Hafnarkaffi, bílastöðina, að Hansen húsið var þarna líka og þarna ennþá og verkamannaskýlið og svo bæjarútgerðina. Og þar fyrir innan var Norðurstjarnan. Og þar fyrir innan hana var skýli eða svona einhver skúr eða geymsla sem var ekki eimskip sem var með aðstöðu þar fyrir dót frá sér. Og svo var þarna símakleifi og svo var þarna líka vigtarskúrinn sem við sjómennirnir sem lönduðum í Hafnarfirði fórum til og fengum vigtarnótu hjá. Þetta allt saman liðin tíð. Þetta allt saman orðið breytt. Eina sem ekki breytt að sjórinn þarna þá. Stálþilið þarna ennþá, þó ekki því að það búið að setja grjótgarð fyrir framan stálþilið. Menn voru eitthvað hræddir að þetta færi eitthvað að skríða fram uppfyllingin sem gerð var til þess að geta reist þessi ágætu hús sem þar eru í dag. En ein hörmung þarna eftir. Hörmung, segi ég. Það þessi garður. Hann nú allur á molni sundur. En hann á þetta sína sögu. Hann var settur upp vegna þess að það átti til í ákveðinni átt að verða höfnin í Hafnarfirði, þó þetta sé góð höfn og allt það, en í ákveðinni átt þá var hún alveg skelfilega leiðileg. Og það eru til sögur það að áður en að garðurinn kemur, þá var gamla bryggja komin og togar í höfn og það brestur á með brælu og togarinn byrjar að ólmast við bryggjuna og skipstjórinn að kalla út eitthvað af köllunum sínum og þeir hlaupa borð og vél ræst og endum sleppt og siglt út á fjörðinn því þar var skipið allavega öruggt. Og þar voru þeir blessaði kallarnir þangað til afturlæði, þá gátu þeir komið sér fyrir á sama stað þeir fóru frá í höfninni. Þetta var nú höfnin í Hafnarfirði, já, ég veit ekki hvenær garðurinn kemur gamli, það allavega svo 1920-30 sem hann kemur en hann var gríðarleg verja og gjörbreytti aðstöðunni í höfninni en samt þurfti að gera meira til að verja hana betur og þá kom Suðurgarðurinn, veglegt mannvirki sem hefur staðið af sér eiginlega alla storma. Hann þarna þá í nákvæmlega sömu mynd og hann hefur alltaf verið en þetta kannski þurfti viðhald, ég reikna nú með því. En hann útlítandi nákvæmlega eins og hann maður mann. En það ekki hægt að segja það gamla garð. Eins og ég segi, hann orðinn að mestu horfinn í uppfyllingu. En það sem stendur enn alveg hörmungin inn á sjó. Hvað gert verður, veit ég ekki, hann fá ekki bara að vera þarna ókomna tíð því að á enda garðsins, eins og alltaf hefur verið, viti sem blikkar og hann þarf að vera sæfarendum til aðstoðar. Þannig að viti alltaf gagn og ef einn viti fer þá verður að reisa annan á sama stað. Því vitum stillt af eins og þarf og best að hafa þá og þannig að það ekki alveg sama hvar þú staðsetur vita hvar sem hann síðan En þetta nú hafnarmyndin í Hafnarfirði á 8. áratug seinustu aldar. Þá var hún svona. En í dag ferð þú ekki höfnina til þess að skoða skip því að þar eru engin skip. Þar sér þú alltaf togara að landa og ef þú sér togara að landa þá það líklegt að það sé erlendur togari
er þó ekki rússnesku togar í dag því að enginn vill rússagreyin hingað, en þeir voru hérna árum saman og veiddu karfa á Reykjaneshrygg, fiskuðu margir vel og þeir komu til Hafnarfjarðar, höfðu ekki samning við Hafnarfjarðarhöfn að landa sínu frosna fiski þar og honum var umskipað oft borð í annað skip, rússneskt skip líklega, sem fór með það, líklega til Rússlands. En sumt af því fór í gáma og var sendt með þeirri leið á sinn áfangastað. Ég held nú samt að minnst af þessum afla, þessum karfaafla af Reykjaneshrygg, hafi verið unnin eitt hér. Það held ég ekki. En í dag þarf enginn að hafa áhyggjur af því að við erum út á sjó á jólum, því að það er óþekkt fyrirbrigði. Á Þorláksmessu fyrir ákveðinn tíma þurfa öll íslensk skip að vera komin til sinnar heimahafnar, búið að binda þau, búið að festa þau og áhöfnin komin heim til sinna mann og kvenna til þess að deila með þeim jólum. Menn svo sem gátu fengið frí, tóku þó frí svokallaðan jólatúr og það var svona mælst til þess að fjölskyldumenn væru látnir ganga fyrir, en það fengu nú allir frí sem að vildu því að það var ekkert erfitt að fá heldur menn til þess að fara jólatúr einn og annan. Eins og vorum að segja, tíma er þetta siður hjá stýrimannaskólanemum að skreppa túr á togara til þess að ná sér í skottsilfur, til þess að geta haldið náminu áfram og líka ekki verra að ná sér í siglingu og koma heim með bjórkassana sína sem að heimilt var að koma með. Það er líka togað í. Þá er engin bjór til í landinu. Ef þú varst að sulla með bjór þá varst þú að kaupa hann smyglaðan. Aðra leiðir voru ekki til, en það var samt alltaf annað veiðið hægt að fá kassa því að menn hafa alltaf verið að smygla. Það er nú málið og það er ennþá í gangi. Reyndar heyrir maður ekki mikið það að menn sé að smygla, að áhafnir sé að smygla, kannski er það búið, ég veit það ekki, en það var nokkuð það að menn gerðu þetta og seldu. Sjálfur var ég aðeins við þetta og tók eitthvað smávegis í hverjum túr og yfirleitt daginn sem að kom í land og þá var allt sem átt að selja farið. Það var nógur markaður fyrir þetta og þá sagði maður, ég hefði átt að vera með meira, en ég var ekki með meira en þetta hvarf eins og dögg fyrir sólu. Þannig að brennivínsþorstinn, hann er mikill á Íslandinu góða. Það hefur alltaf verið. Við vorum ekkert að smygla bjór, við vorum í hinu. Þannig var það nú. En allt er þetta nú með öðrum hætti í dag. Bjórinn var leyfður 1. mars, hvenær? Allavega var það lengra síðan en í gær og hann hefur verið seldur hér frá þeim tíma, þannig að allir hafa ekki keypt Grunduvellinum undan smyglvarningum, ég hugsa það nú. Þannig er það nú ofta að þegar menn fara að fá þetta bara í búðinni þá eiginlega dettur út allt sem heitir að smygla. Og þetta var ekki bara að vera að smygla áfengi, það var að vera að smygla inn alls konar vöru því að rafmagnsvara hefur nú reyndar alltaf verið miklu dýrari á Íslandi heldur en í þessum ódýrari löndum eins og Þýskalandi og fleiri stöðum og þaðan var að koma alls konar rafmagnsvara sem að markaður var fyrir. Tíma var vinsælt nokkuð að koma inn með talstöðvar, hvað sem að stætti því,
og líklega vegna þess að þær voru ekki til hérna eða þá voru svo dýrar að menn svona sátu aðeins á sér með að kaupa þær. Engin nota talstöð, fæstir nota talstöður í dag og því að þú ert bara með þinn yndislega snjallsíma sem að gerir allt sem að talstöðin gerir og miklu, miklu meira því að þú getur eiginlega náð í gegnum þessa síma bara hvar sem þú ert. En þannig var nú ekki alveg með þessar talstöður því að þær þurftu að vera í sambandi við sendi og sendarnir drifu bara ákveðið og kannski varstu oftast nær fyrir utan allt talstöðvarsamband. Þannig að þetta var nú svona, en þó sú leið sem menn höfðu, ef þeir vildu ná sambandi hverju við aðra svona með skjótum hætti. Allt er þetta nú breytt. Allt er þetta nú með öðrum hætti en var, vegna þess að það er allt á fleygiferð. Við byrjum þessa samantekt á því að líta aðeins yfir höfnin í Hafnarfirði og við bentum á aðstæðurnar eins og voru í kringum lengi reyndar, ég veit ekki hvernig þetta breyttist. Örugglega eru þær með þeim hætti á 7. og 8. áratug seinustu aldar. Þar var klettur, vélsmiðjan, sennilega starfsemi í henni í byrjun 8. áratugarins, það kemur mér ekki óvart. Ég man ekki hvenær klettur hætti og þar á móti var, norðurstjarnan og þar voru líka beituskúrar einhverjir sem gengið voru á milli. Ef maður kom niður vesturbrautina þá fór maður yfir götuna og þá gekk maður á milli þessara húsa til að fara niður á bryggju og það var oft leiðin hjá manni þegar maður var að fara að heiman og maður þurfti að fara borð í togara, þá fór maður þessa leið eða niður vesturbrautina eða niður Merkigötuna og þá gekk maður fram hjá bæjarútgerðinni sem voru sannlega styttri leið því að togararnir lágu oft, til að mynda Maí lágu alltaf á sama stað þarna í horninu á gömlu bryggju og stálþilinu, það var bara hans staður. Þetta er bara alltaf meðan hann var þarna. En þessi Maí er ekki til lengur. Júní kom svo seinna, hann er ekki til lengur. Og þessi nöfn er ekki til í Hafnarfirði lengur. Skipsnöfn, ekki svo ég viti. Og eftirlegu kindurnar eru þessi smábátar í nokkru magni reyndar. En af sem áður var, þegar það voru togarar, það voru bátar, minnstu bátarnir kannski 40-50 tonn og svo upp úr öllu valdi og svo voru þarna líka svolítið haugur af trillum. Stærstu trillurnar kannski 3-4 tonn og þetta voru niður í 1 tonna fleytur og þaðan að minni fleytur sem að menn voru að nota og nýttu og fiskuðu á og veittu á grásleppu og eiginlega bara öllu sem flaut út í það farið. En þetta er allt saman horfið og þetta er allt saman falið á bak við grjótvarna garða og varnarnu veggi og að höfnin, hún var svona varasöm fyrir þessa smábáta. Þó að suðgarðurinn og norðurgarðurinn væri komnir og gerðu sitt gagn, að þá eru þessi smá grey voru þau óvarin ef að gerði þessar, alltaf ekki verið vestanátti. Þá áttu þau til bara að sökkva. Ef að menn auðvitað höfðu tækifæri til þess að koma á þessu land, en stundum gerist þetta snöggt, þannig að það er ekki tími til þess. Og þá fóru þeir bara niður. En það var ekkert óalgengt að trilla sikki í Hafnarfjarðarhöfn, en einnig það er aflagt vegna þess að búið að bæta svo rosalega alla aðstöðu í Hafnarfirði, alveg ótrúlega mikið. En þetta er náttúrulega bara það sem þurfti.
þarf að vera vel varinn af ytri aðstæður og ef þú ætlar að vera í höfn þá hefur þú bara eina leið, þú býr til garða. Eins og sem áttu þessu fljótt á þessu að þetta væri og þetta tók allt sinn tíma vegna þess að þó að Íslendingar séu í dag rík þjóð þá var það ekki miðja síðustu öld, aldeilis ekki. En 1970 þar eftir það hefur nú hagur svolítið vangast og hægt að gera meira sem hægt að gera fyrir peninga. Og hvað gerum við fyrir annað en peninga það sem við þurfum að gera? En þetta allt saman farið, stóra byggingin sem hét Bæjarútgerð og kannski þú einhverju sinni vannst í og hjá, ég vann þar tíma, alltaf annað slagið svona, já ekki lengi en alltaf annað slagið og meðan maður var á svo togur, maður var ýmist á togurunum meðan maður fór í Bæjarútgerð og vann þar í einhvern smá tíma og svo fór maður aftur á sjóinn og svo framvegis. En ég kom þar við, alltaf annað slagið og fengu allir vinnu það held ég sem báðu bara um. En kaupið var ekki mjög hátt, segi það bara. Svo ég segi eina sögu frá Bæjarútgerðinni, þá var þar ágætis stjórnarformaður Kjartan Jóhannsson sem seinna var ráðherra. Ég man að þá var ég einmitt að vinna á Bæjarútgerðinni og það gekk á ýmsu í Bæjarútgerðinni, oft voru nú fjárþurrð þar og stundum var erfitt fyrir Bæjarútgerðina að borga laun og ég man alltaf eftir því Kjartan kom þarna, þá var hann einhver toppur þarna í Bæjarútgerðinni og kemur til okkar í kaffitíma upp í kaffisal sem var þarna efst uppi við hliðina eða sömu hæð og skrifstofuna og hann heldur tölu og mér fannst þetta svona, veitir það, ég hafði alltaf eftir þetta álit á Kjartani. Ég þekkti hann ekki neitt en ég hafði álit á honum. Mér fannst hann hafa komið heiðarlega fram og hreinlega fram og skýrt út fyrir fólkinu hvað væri að vera. Man alltaf eftir þessu, hann svona, hann svona lyfti svolítið í áliti hjá mér. Man hafði svona enga skoðun á honum áður en eftir þetta hafði ég alltaf svolítið álit á þessum manni og mér fannst þetta að vera svona drengskapar maður. Það held ég að hann hafi nú mátt eiga. En ég man eftir þessu andartaki þegar þessi litli snaggaralegi maður kom og hélt sína tölu og ég held að allir í salnum hafa nú bara verið harla sáttir. Ég vissi náttúrulega að það var erfitt og svo í næsta útborgun þá var nú eitthvað minna en átti að vera en það kom svo allt held ég bara í þar næstu útborgun ef ég man þetta rétt. Þetta náttúrulega langt síðan, þetta var 72-3 eitthvað svoleiðis, 72, 71, ég man það bara ekki, það eitthvað á því róli. En nú þetta allt farið. Engin Bæjarútgerð, engin merki húsakynnin sem þar voru svo vegleg og flott og allir Hafnfirðingar vissu hvað væri verið að tala þegar Bæjarútgerðin var nefnd. En ég held að sé farið að svona aðeins að fenna í þessi spor og að það séu fleiri ungir Hafnfirðingar sem muna ekkert eftir þessu. Svona þetta nú. Sem eitt sinn var svo stórt og mikið þenglegt fyrir okkur horfið, svo þetta einhvern tíma þá bara man enginn eftir því. Nema kallar eins og ég sem að segja frá þessu. Stopp mér og við gerum eitthvað við þetta.